Moodle býður upp á fjölmargar leiðir fyrir kennara að innrita nemendur eða nemendur að innrita sig sjálfa í áfanga. Það eru sem sagt ýmsar innritunar leiðir möguleikar í Moodle. Í grunninn þá er það kerfistjóri sem að ákvarðar hvaða innritunar leiðir eru í boði. Þegar að kerfistjóri hefur gert ákveðnar innritunar leiðir virkar, getur kennari valið úr þeim, ákveði hvaða innritunar leiðir hann vil bjóða upp á. Til þess að stilla innritunar leiðirnar þá er farið hér í stillingar í notendur og þar förum við í innritunar leiðir og þá sjáum við þær innritunar leiðir sem að kerfistjóri hefur gert virkar. Í þessu tilfelli eru þær 3. Það er í fyrsta lagi handvirkar innritanir, þá er það kennari eða kerfistjóri sem að velur nemendur og setur í áfanga, velur sem sagt nemendur úr öllum nemendagrunninum. Gestaaðgangur er til staðar, þar sem kerfistjóri hefur gert gestaaðganginn virkan, en í þessu tilfelli hefur kennari ekki virkjaðan. Þannig ef að ég sem kennari vill heimila gestaaðgang inn í þennan áfanga, þá smelli ég hér á auga til að opna fyrir það. Gerir það hér með. Og þannig virka ég gestaaðganginn í þessum áfanga sem ég er núna í. Síðan er það sjálfinnritun, þar að segja ætla ég að bjóða nemendum upp á þann möguleika að innrita sig sjálfir. Sjálfinnritun virkar þannig, og ég ætla að virka hana hér, að nemendur þurfa skráningarlykil til að komast inn í áfangana. Þegar að ég er búin að virkja sjálfinnritunina þá þarf ég að stilla hana og það smelli ég hér á breyta knappinn og þá fæ ég upplýsingar hér þar sem stendur custom instance name. Ég þarf ekki að setja neitt þarna, ég get skýrt þetta sjálfinnritun, það skiptir engu máli. Nú ætla ég að heimila sjálfinnritun, já, og hver á skráningarlykillinn að vera. Ég smelli hér á birta þannig að sjá hann, ég bara get gert eitthvað einfalt. Þegar að nemendur, þetta er náttúrulega einungis fyrir nemendur sem hafa aðganga að þessu Moodle kerfi, þegar þeir smetla á heiti þessa áfanga, þá þurfa að hafa þennan skráningarlykill til að komast inn. Og það er þá kennari sem gefur nemendunum þennan lykil. Og nemendur þurfa einungis að gefa þennan lykil upp eða skrá hann einu sinni til að komast inn í kerfið, eftir það eru þeir innritaðir. Use group enrollment keys, það er hægt að vera með skráningarlykil sem að raða þér í hópa í leiðinni sem maður getur flýtt fyrir. Nú skipa ég hlutverk, nemandi sem er með þennan skráningarlykil eða notandi, hann er ekkert endilega nemandi, í hvaða hlutverk fer hann í áfanganum. Þannig þessu tilfelli, þegar þú gefur upp þennan skráningarlykil þá dettur þú í hlutverkið nemandi. Við getum séð ákvarðað innritunar tímabil, þar að segja að þú ert innritaður inn í áfanganum í einhvern ákveðin tíma. Þetta ágætlega fyrir styttri námskeið. Þú ferð, þegar þú ert búin að innrita þig, þá hefur þú einungis kannski 10 daga þarna inni. Nú við getum ákvarðað hvernig innritun hefst og hvernig innritun lýkur. Við viljum ekki að nemendur hafi kost á að innrita sig fyrir en einhvern ákveðin tíma og þeir verða að vera búnir að innrita sig fyrir einhvern ákveðin tíma. Þetta er svona þær helstu stillingar. Hérna getum við takmarka fjölda innritara nemenda og við getum sendt skilaboð, það að segja í tölvupósti við innritun, og skilaboðin skráum við hér. Þau eru þá gjarnan einhvern velkomin í þennan áfanga og svo getum við verið með einhver skilaboð til nemenda. Þetta er mjög sniðugt að gera þetta. Svo vista ég breytingar og þá er ég búin að ganga frá sjálfi innrituninni, og í þessu tilfelli, í þessum áfanga, þá eru núna allar þessar 3 innritunar leiðir virkar. Og eins og ég segi, það eru margar fleiri innritunar leiðir til staðar. Í sumum tilfellum þurfa nemendur ekkert að innrita sig, kerfið býr til notandan sjálfkrafa, kannski búið að tengja við tölvukerfi skólans eða annað slíkt, en í þessu tilfelli þá hef ég þessar 3 og þær eru allar virkar núna.